Verkefni 1 og reyndar verkefni 2. Ég ætla að fara yfir hvað þarf að vera á spjaldinu ykkar þegar þið byrjið í áfanganum. Þetta er sem sagt 3. stýringaráfanginn í Fjölbrautaskólanum Breiðholti. Hér er ég búinn að setja flest allt á spjaldið sem á að vera þar. Við þurfum svona seguliða sem að verða nú aðalverkfærin í þessum áfanga og þetta verður að vera sérstök gerð af seguliða sem að er svo kallar AC3, það verður allan uppfylla þau skilyrði. Þetta getið þið séð hérna, það er AC3 möguleikinn er hérna. Það er sem sagt kraftliði. Það er hægt að þekkja hann líka á öðru. Það er hægt að þekkja hann líka á öðru. Það stendur á honum hérna L1, L2, L3, T1, T2, T3 og hérna 13 og 14 opið snerta og svo bara A1 og A2. Svona. Við þurfum að byrja með 2 svona og 1 tímaliða. Það getur verið þessi einfaldi tímaliði sem við hefum til nú af. Mjög þægilegur, það er bara stillt á honum tíminn og snerta. Það getur líka verið flóknari típa eins og þessi hérna sem er með fleiri funksjónum eða virkni. Hann getur virkað á fleiri mismunandi vegu og það er svolítið flóknari að stilla hann. Finna út úr því. En það skiptir ekki máli hvað þið notið. Síðan erum við með þessi öryggi hérna. Það er 1 þryggjapóla hérna, C-gerð, 16 ampere. Síðan erum við með B-gerð af ekki stærra heldur en 10, það má alveg vera minna, 6 ampere eða 3 eða eitthvað. Það þarf ekki að vera stærra en 10 ampere. Svo er ég með 1 ljós hérna, sem ég ætla að nota bara til þess að sýna þegar rafmagn er á. Hér erum við með svona mótorrofa. Það er ekki verra að finna svona snertur á hann. Það er ekki víst að það sé til samt hjá okkur. Það er eitthvað takmarkað til. Við ætlum að hafa hérna ljós sem á að loga þegar er kveikt á mótor. Það er hérna ræsinappur og stoppnappur og viðvörunarljós. Þetta er alveg lágmarkið. Ofan á seguliðana koma þessir auka hausar hérna. Þessir hér. Og þeir smellast hérna ofan á. Einfaldlega að fara hérna á. Til þess að losa þá aftur þá er bara gripið hérna. Það er svona gripað hérna. Það mátt rýta á og þeir losna mjög auðveldlega af. Ef það er rétt gert. Síðan þurfum við þennan tengilista hérna og við erum með þar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 sem er sami fjöldi og inputin hér. Síðan eru hérna 8, hér eru 4 og hér eru 4 og sama hér, 4 og 4. Þetta er sem sagt fyrir þennan hérna. En verður ekki nota fyrir í seinni verkefnum. Hérna á tengilistanum hér eiga að vera nákvæmlega eins og hérna 1 grænn, 3 gráir, 2 gráir, 2 gráir, 5 bláir, 1 grænn og 3 gráir og svo eru hérna 10
og 12 og blár náttúrulega. Sen er þetta merkt hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 og alveg upp í 30 hérna. Endaplötur hérna eins og þarf og endastopp. Það þarf ekki endastopp hérna á jarðtengikubbinn vegna þess að hann er sjálfur læsing. Sjáum við þessi blái, hann er bara svona og grái er alveg eins en jörðin er öðruvísi. Jörðin sem sagt, gulgræni kubburinn, hann tengist sem sagt við dýnskinnuna þannig að þessi hér er tengdur við þennan og þennan eftir dýnskinnunni hérna undir. Það er sem sagt svona dýnskinna hérna undir sem að sést ekki. Þessu til viðbótar þurfum við svona yfirálasvörn en við notum hann ekki fyrir síðasta verkefninu og þurfum 2 svona. Og það er alltaf að finna þér til samt og það er klárar. Svo er hérna hnappabóksið, í því er grænn startnappur og rauður stoppnappur og 1 230 ljós díóða. Kapall með 6 vírum, 6 svartum vírum. Og þá ætti þetta nú að vera komið. Vírarnir þurfa að ná hérna upp í hingað. Hérna upp að því að það þarf að breyta þessum tengingum alltaf.